Byrjaðu að segja mér aðeins frá vélavinnum í Vogum. Hvers slags félagsskapur þetta? Þetta bara klúbbur með nokkrum köllum í sem hafa gaman af öllum svona ýmiss konar velbúnaði. Bara hvað sem að það heitir, bílar, traktorar, sumir fjastira bíla eða eitthvað og bara mótorhjól. Allt sem knúið áfram með vél? Já, það má eiginlega segja það. Og bara öllum aldri sjálfur sér svona, þú veist, svona, ég held að yngsti sé rétt 30 og elsti nálgast 8 sko. Þetta eitthvað stað þar á milli. Og yngri eru velkomnir eða vilja sko, að fá þessu. Og hvað kom til að þið stofnuðu þennan félagsskap? Þetta var nú bara svona eitthvað brýri. Við vorum bara svona einhverjir vinir að spjalla, hittum stundunni í vinnu og eitthvað og þá kom svona hvort það væri ekki gaman að gera þetta bara svona reglulegum fundum og bara myndum svona hittast á einhverju reglulegum basis. Og þið ætluðu að hittast fyrsta 50 dag í mánuði en það er eitthvað aðeins meira en það? Já, ákváðum fyrsta 50 dag í mánuði, seinasta 50 dag í mánuði, en svo bara vildu kallarnir hittast oftar og höfðu bara gaman af og þá er þetta bara vikulega, bara alltaf kl. 8 á 50 dögum. Og þið eru með húsnæði undir starfseminni hérna í Vogum? Já, sveitarfélagi var það almennilegt við okkur að það lánaði okkur sem sagt afnota húsnæði sem við fáum að nota til að hittast í og er það bara besta mál. Þetta er gamla Björgunarsveitahúsið? Já, þetta er í því og þetta hús var ekkert í notkun og svona við tókum það aðeins til að innan, máluðum aðeins inn í og snýrtum það aðeins og það þurfum svona kannski að kíkja á ytra útlitið við tækifæri. Hvað kveikti þessa dellu hjá þér? Ég veit það ekki sko, ég var mikið í sveit auðvitað hjá ömmu og afa sko og þar var alltaf einhver tæki og traktorar að fykta í og eitthvað og þannig að þetta kannski byrjar þar eitthvað og svo bara þróast það eitthvað, skilur við. Einn bróðir pabba til dæmis var með svakalega áttavakata Pontiac og það var nú ekki til þess að minnka delluna, þannig að Þetta eru svolítið mikið trillitæki hérna hjá þér í skúrnum? Já, ég er gaman að svona 8-cylindra bílunum helst, svona meira, en já, þetta er svona einhverjir. Hver var fyrsti bílinn sem að þú eignaðir svona, sem þú mundir geta sett undir þennan hatt? Það er þessi Barracuda sem er hérna inn í skúr, 69 módelið. Eignast hann 18 ára gamall, 8 nú stutt. Það voru aðeinslega fjárhagsvandræði þá. Maður átti ekki allar peningur í bensíni og svo bilaði sjálfskiptingin og maður skipti hana og bilaði hann aftur og þá var nú svona verið erfiðar þetta og þannig að þá var ég skipt upp einhvern ítalska riðdós og og sá strax eftir því og hafði mikið leitaði lengi þangað til að loksins datt hann og kom aftur á sölu og náði þá að kaupa hann aftur. Búinn að safna pening fyrir bílunum aftur? Já, það má segja það sko, ég náði að kaupa hann aftur sko. Þannig að það var bara besta mál, mjög ánægður með það. Hvað geturðu sagt mér þennan flota þinn? Hvers slags bílar er þetta sem að þú ert að safna að þér? Mest er þetta nú bara ameríski bílar og ég er svolítið hneigður í Mopar 8, þannig að Chryslerinn og Playmoutin og Dodgen og það sem því fylgir. Og en ég er nú með Bronco og svo á ég Chevrolet van líka. Þannig að Broncoinn kemur til að því að faðir minn, hann var mikið með Bronco þegar ég var yngri og man ég eftir nokkrum ferðum frá Bíldudal til Patreksfjarðar í misjöfnum færi á Bronco og þannig að það varð að vera eitt svoleiðis í safninu. Það var ekki hægt annað. Í hvaða ástandi hafa þessi bílar verið þegar þú varst að eignast þá? Yfirleitt í afleitu ástandi. Maður er ekki með mikið að lausafé en ég get unnið í þessu. Þannig að ég kaupi og yfirleitt reyna að ná þeim ódýrt og legg frekar á mig meiri vinnu og vinn þetta allt sjálfur og þannig yfirleitt eru þeir í lélegu ástandi þegar ég eignast á svona flestir. Þú ert svona eiginlega að taka þá til þín bara í ruslapókum svona alltaf því? Já, sumir kom í kössum, ansi mörgum kössum, þannig að það er misjafnt ástand. Og margir mikið ryðgaðir og þannig að það er bara þannig. En þú ert að vinna alla vinnuna við og alveg, já, má segja upp í málningavinnuna? Allt saman mála líka.
riðbæti mála, tók upp mótorinn í þessum og New York-hjöldum hjá mér, tók alla í spað, skiptum allt í þessu og já, ég fyrir alveg, tek allt í gegn bara sjálfur. Hvernig að nálgast varahluti í þessa bíla? Það er nú misjafnt eftir tegundum. Til dæmis þessi Bronco hérna, það er allt til í þá. Það er bara, ef þú átt nóga feitt veski, þá getur þú keypt bara nánast bíl frá grunni. En svo eins og Chrysler New York sem við hliðina á það er erfiðara. Þeir eru ekki farin að framleiða neina afturmarket hluti í þá. Þannig að maður er í vandræðum bara með litla gúmi þéttikanta, sko. Hvað er þetta að fá þessa hluti? Er þetta að finna þetta á netinu? Já, kaupið þetta bara á netinu. Það er eBay, það er hérna Summit og eitthvað svona bara hinn og þessar partasölur Ameríku. Til þess að í New York fekk ég, hann var klestur hér fekk hann. Kaup ég stuðara, frambretti og það bara partasölu í Texas. Þannig að það var smá kostnaður í því. Er eitthvað svona samfélag á netinu utanum ákveðna bíltegundir þar sem þú getur leitað af ykkur? Það er það, sko. Það er þetta sérstaklega eftir að Facebookin kom, það var auðveldara að detta það. Finnst mér allavega. Það eru allskyns síður sem að maður getur leitað og spjallsíður sem sagt, sérstök módel af bílunum, sko. Þannig að það hefur nú hjálpað mér eitthvað. En yfirleitt reynir maður að bjarga sér hérna heima með þess að maður nær því að það er svona dýrt að flytja inn. Flutningskostnaður mikill og tollar og gjöld. Eru menn sem eru í þessu, eru þeir að reyna að hafa þetta sem mest orginal? Það er nú allur gangur, sko. Ég er ekki akkurat þar endilega. Ég er svona, reynir nú samt að vera með svona Ford, vel í Ford og eitthvað svona, en ég er ekki alveg fastur á orginalunum, sko. Þannig. Að útliti sé svona næsti. Já, mér finnst það gaman svona þó, kannski ég breytum lit frá orginalunum. Þessi bíl kom ekki kannski svona litin orginal og eitthvað svona. En svona, það er alltaf hægt að fara tilbaka. Ég svona reyna að halda það kannski þannig. Þú getur auðvitað að fara tilbaka í orginalunum svona flestu liti, sko. Þannig að það er ekki að skera á mikið upp nema að það væri þá bara það lélugu bíl að vera auðveldara að smíða hann sem eitthvað annað. En hvað gerir þú svo við þetta? Ertu að draga þetta fram á sunnudögum í góðu veðri og fara með fjölskylduna á rúndinn? Já, það kemur nú fyrir svona, maður reynir það, er nú helst þannig, maður fer ekki út í það leiðilegt veður, ekki ég allan á, sérstaklega ekki á þessum bíl. Þetta er bara, já, maður bara geymir þetta og stendur inn í skúr mest megnis, en reynir að fara svona einn og einn rúnd. Það er talað um það að það sé óvenju hátt hlutfall af svona einhverjum söfnurum hérna í Vogum, svona sem eru með gersemar í skúrnum hjá sér. Já, það eru þó nokkuð margir hérna, með höfðatölu við tölum það, þá eru þó nokkuð margir og hvort sem eru bílar, traktorar eða bara gamlir munir og bækur veit ég og klukkusafn og það er ýmiss konar safnarar hérna sem leynast í Vogum. Við skulum kíkja á einn, hann Anton. Já, gerum það. Hvernig kom til að þú fórst í þennan félagskap hérna vélavinir í Vogum? Við stofnuðum þetta, strákarnir, var það ekki 2012? Voru við nokkri stofnfélagar og þetta var að koma, menn voru með svona, það eru mikið fleiri hérna raunlega með bíla, sko. Það er víða í bílskúrum hérna í Vogunum, svona grams. Já, það er víða, sko. Hérna er nú einn með öll þessi hjól. Hann er í vélavinum. Gatan er bara full af hröfnur. Já. Mjög mikið atriði að konan er með mér í þessu þannig að hún er ekki á móti þessu því að það er komið í ljós að hún veit á hvar ég er. Ég er ekki á einhverju flekki, hún veit að ég er í skúrnum. Og þú ert öllum stundum í skúrnum? Nei, ég segi það nú ekki en ég er mikið í skúrnum, sko. Ég er búinn að gera upp fleiri traktora, þeir eru konur austur á Selfoss og það var Maxi Ferguson. Þetta er Farmal Kúp, hann er ættaður austur á Skeiðum. Og hann, og fleiri stöðum því að hann kom allur í bara smá, eitt stykki kom þarna og annað þarna og ég hef verið að reyna að tína þetta saman og hann er sérstaklega búinn.
Það bara ef ég set hann í gang, fyrir þið núna, ég gerði það einu sinni, sett hann í gang inni og ég held að það væri eitthvað farin einhver lega, en þá fór brunabóðin á stað. Þannig að ég hérna... Við látum það eiga sig. Já, ég held að maður sé ekki, hann er svo næmur brunabóðin hann að hann fer að íla strax. En hvar færðu, meina, þú þarft að kaupa fullt af íhlutum í þetta. Hvað er þetta að fá í þetta varahluti? Þetta hef ég, í þennan keypti ég mest frá Bretlandi, en aftur í þennan frá Hollandi. Þeir eru með, það er hægt að fá allt í þá frá Hollandi í Deutschen. Hvaða munur er á þessum tveimur vélum? Já, þetta er svona, hún er minni þessi sko, þetta er 11 hestöfl en þetta er eitthvað 15-16 og hann er hraðskreiðari þessi en þessi er aftur svona þyngri en hann er mjög, sko, hann dregur ekki minna og til dæmis Farmal Kúp, hann var álitinn einhver besti sláttutraktor sem til var því að hann var svo lipur. Og eins og Anton bent á áðan, þá er enn einn vélavinnurinn í götunni. Magnús Sigurðsson er með fjölmörg mótorhjól í innkeyrslunni og eitt þeirra er komið á fertugsaldurinn. Yamaha sem Magnús hefur átt í tæpa 2 áratugi. Ég á þetta hjól. Þetta er elsta hjólið, þetta er 32 ára gamalt. Ég er búinn að eiga í 19 ár, eða rúm 19. Búinn að endurbyggja það alveg frá A til Ö í rauninni. Svo er hérna, þetta er mitt hjól, það er búinn að fylgja mér þessu í 20 ár. Þetta er fyrsta árgerðin sem kemur með þessu útliti og það var framleitt svona alveg eins, þangað til að var hætt 2000 eða 2002, ég er ekki alveg klár á því. Hérna, þetta er mitt hjól og verður mitt hjól og ég hef verið spurður nokkuð hvort þetta er sölu og það er ekki til sölu, ekki nema fyrir þá einhverja óhugnarlega upphæð. Þetta bara verður? Þetta verður stofust á sennilega endanum. Hvernig verður svona ofur ást á svona grip? Bara tilfinningalegt gildi. Þetta er búið að fylgja mér bara eins og ég segi. Ég keypti þetta fyrir rúmum 19 árum og þetta er bara já, þetta er einhvern veginn, þetta bara virkar. Við náum bara vel saman í að þetta hjól og ég get ekki hugsað mér að láta það nokkuð tíma frá mér.